live from Sandgerði, hlaðvarpið Sæll bróðir. Og hér eru þáttastjórnendur ykkar, Arnór og Andri. Hversu gíraður ertu? Ég ótrúlega gíraður. Nýbúin að svæfa og svona og Ertu ekki á þínu bara svona happy place right ekki now? á mínu happy place right now. Jú, ég svona áðan var ég á milli svefns og vöku og nú er ég vaknaður. Er það ekki? Jú, ég er vaknaður. Ég er bara svona nýr dagur. Búin að vera vöku á gras eins og alltaf. Já, það er mér að byrja að vaksa smá gras. Já. Út í garði, þar að segja. Ég er með iPad og síma af því að ég er í alvöru brasi. Það er alvöru stús á þér. Þú er búin að vera að plana endalaust. Ég fór live á TikTokinu mínu að undirbúa þáttinn og fekk hjálp frá okkar besta Arnar Æði. Gello til þess að og það var bara, þú veist, ég var búin að undirbúa liði en það var, og ég búin að finna svona 3 hluti, mér langaði að finna 5 hluti fyrir liðina og hann bara unblokkaði bara mitt writer's block og bara kom bara þvílíkur eða magna samt að það hefði bara farið fram hjá mér og það hefði farið live. Ég bara hendi mér í hádeginu þegar að strákurinn var sofnaður og þá bara hendi ég mér live bara, þú veist, fór í þvottahúsið heima á mér og það var besta birtan Vá, ég verða að setja notifications á þegar þú fer live, þannig ég geti farið að svona koma með hugmyndir. Sko, að því ég fór inn í þvottahús af því að það er besta birtan, skilur þar megin í húsinu þú veist, í hádeginu í þvottahúsi sem að sko, ég er búin að taka það í gegn, það er rosalega fínt og flott og bjart, sko, þannig að það er ekki eins og ég sé einhverju kompu en maður ímyndir sér að maður fer inn í kompu og svo lauma maður sér live og vonast að þú myndir ekki sjá þú myndir ekki sjá og svo sérðu ekki. Nei, ég bara all according to plan. Varstu svona stressað, varstu að fylgjast með hvenær ég myndi poppa upp og þá bara bless. Ég var með hálf batterislausan síma og ég tók hálftíma live og finnst alltaf eins og símið þessi batterislaus. Ég er með gamla síma ég verð að fara að fá mér ég er enda með lightning cable. Já, er það ekki leim? Það er bara sko allir í USB-C. Það er allir í USB-C og það er ógeðslega hæg hleðslan á lightning cable. Já. USB-C er náttúrulega hraðari. Já. Og já, og ég einhvern veginn á lightning cable því ég notaði til að hlaða AirPods'in mín. Og hann kemur að góða nótum, þú byrjar alltaf það. Alltaf. Jep, af því að ég er team Lightning eins og en spurning Lightning McQueen nákvæmlega, það er spurning hvenær ég fæ mér nýjan síma en ég í þvottahúsinu og svo var síminn orðin 2% og þá þurfti ég að fara og þá var akkurat tíminn sem að ég þurfti að fara ég ætlaði að fara að koma mér í bæinn og keypti mér mic og það var brasdagur. Já, ég keypti mér mic, ætlaði að fara að nota hann en ég er með Lightning og það er USB-C á öllu þannig að þetta er, núna finnum maður fyrir því að síminn er svona það er allt saman bara USB-C sko. Já. Það er bara öll tengi á tölvunum minni, ég er í brasi ef eitthvað er með venjulegu USB sko. Það er ekki einu svona venjulegt USB á tölvum yfir höfuð sko. Já. Það er bara að byrja að vera USB-C í öllu bara sko. Og við erum klæddir báðir í geitinni. Já, geit þáttarins og geit lífsokar. Það er eiginlega svona sveitabær í gangi. Leo Messi. Wow. Talandi hann. Já. Veistu hvað ég gerði í gær? Hvað gerir þú? Ég fór í Fortnite. Já. Shocking. Ekki er hann komið skinn. Hann er komið skinn. Er það grínast? Hann hefur áður verið og hann kom aftur. Ég keypti Messi skinn. Auðvitað. Og hann breytist í ljón. Þú getur breytt honum í ljón. Líó, af því hann er Líó. Já. Og hann getur verið hvítt ljón í Argentínutreyjunni svona hvítt með bláum litum og eitthvað. Og svo getur hann líka breytt sér aftur og þá verður hann svona gulljón með kórunu. Það er rosalegt og ég get breytt mér in-game sko. Ég get bara svona alltaf, bara meðan ég er í miðun leik get ég breytt yfir í bara ljón. Já, hann fær bara animation, svo gerir hann svona og þá breytist hann í Messi. Hversu nett er það? Gæsari. Við erum að tala sko historical, sko ég er í treyjunni. Og ég náði Victory Royale í stóra leiknum sko, 100 manna leiknum. Nei. Í fyrsta leiknum mínum með Messi. Þú ert orðin býsna góður í Fortnite. En það er líka bara, er það ekki svolítið svona, wow, þú veist, ég fæ Messi skinnið og næ bara strax Victory Royale. Ég segi að Leo Messi er fyrsta geimveran sem við verðum vitni af. Já. Af því að það er bara, hann bara sogast alltaf á honum
og ef að þú ert Messi í Fortnite að þá bara getur unnið allt. Einmitt, það er eitthvað yfirnáttúrulegt í gangi annars. Tjalalala, ævintýri gerast, eins og þið segja. Sko, en á þessum nótum, heyrðu, við erum bæði, sko, ég er í treyjunni sem hann vann HM. Já, það var þessi treyja, já. Held það, já. Er það ekki? Ég held það. Og þú ert í treyjunni sem hann bætti markametið. Já. Þannig að þetta eru tvær geitaðar treyjur. Já, þetta var ekki treyjan sem hann var í árun áður allavega, hún var öðruvísi. Já. Sjá það í vídjóið á hann. Það er svona kúl munstur á þessu og svona, ég er alveg nokkuð sem þetta sé svo treyja. Heyrðu, sko, en á þeim nótum þá langar mig að henda þér í fyrsta liðin. Ok, og kiptu mér í liðin. Og ég er með AirPod í eyranu. Einmitt, ég var svona... Andri var að klóra sér í hausnum yfir því af hverju að ég væri með AirPod. Þetta er svona, maður er náttúrulega gæðin sem setur upp allt hérna og maður fer í bara, þú veist, svona, ok, núna þarf ég að tengja allt saman, ok, ég er að tengja síman, fá sljóðið síman, svo bara, heyrðu, get ég verið með, svona, við erum að fara að taka upp, það er 1 mínúta ég við byrjum að taka upp, get ég verið með AirPods? Get ég verið með AirPods? Hvað meinar þú, viltu fá sound úr því? Nei, þú átt ekki að heyra hljóðið. Ok, já, þetta er bara svona, þú veist, tækniatriði sem er gott fyrir tæknistjórar podcastins að vita og já. En þú átt nefnilega ekki að heyra hljóðið. Nei, það var strax, ef þetta hefði verið eitthvað svona þurft að heyra hljóðið, Já. Það hefði verið smá bras. Ástæðan okkur í biðum AirPods og heyrnartól eru að þú átt ekki að heyra hljóðin. Ok. Ég er mjög, ég veit ekki hvað ég á að hugsa, ég veit ekki hvað þetta er. Það sem ég ætla að henda þér í eru að þetta er Guess the National Anthem. What? Giskaðu á þjóðsöngin. Með AirPodsinn? Og ég ætla að vera með alvöru þjóðsöngin í eyranu og ég ætla að humma þjóðsöngin. Oh my god, þetta var erfitt. En þú munt fá mjög nákvæman þjóðsöng frá mér af því að ég mun vera með hann í eyranu. Ég er nefnilega ógeðslega lélegur með þjóðsöngu, sko. Engar áhyggjur, þetta eru sko allt geitaðar þjóðir. Ok. En málið maður þarf að púsla þeim rétt saman. Er það ekki? Jú, þú sko heyrti það alla milljón sinnum. Já, því ég heyrði sko Brasilíu daginn. Já. Ég var alveg, þetta er Brasilía. Einmitt. Ég hef heyrt þetta, en ég hef aldrei tengt þetta eitthvað, þetta er Brasilía. Já. En maður hefur heyrt hann milljón sinnum, skilur. Einmitt. Þannig að ég ætla bara að henda þér í fyrstu þjóðina og ég ætla að humma lagið. Ok, fulla ferð. Ég er spenntur. Nei, ekki? Jú, ég er bara, beltinu er spennt. Ég mun byrja eyrun á mér. Já. Ok. Ok. Það er gott. Þennan hef ég heyrt mjög oft. Ekki? Jú. Líka í handbolta. Í handbolta líka. Svo kemur Það er komið gíska. Já, gíska. Er þetta Spanja? Rétt, 1 stig á Andra. Bang, Espanja, já. Þennan hef ég vissi ekki að ég vissi hvernig hann hljómaði fyrir en ég heyrði hann. Já. Þú veist, ég bara svona, ég heyrði hann og ég alveg, já. Jú, þetta er Spán. Þarna ertu með hann. Og gott að fá 1 stig og kladdan og svo gæti þetta enda illa. Já. Þannig að þú ég held að þú myndir eitthvað rugla þessu saman, en þú gerði það ekki. Ég man eftir að hafa heyrt hann bara í handboltanum og já. Ég var svona, já, þetta er eitthvað land sem er líka gott í handbolta. Og það var eitthvað spænst við hann. Það er eitthvað, já, það er eitthvað svona spænst, já, ok. Herru, talandum svona, þú heyrt þennan líka. Ok. Hvað þetta er? Ég held ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er grjóthart lag, sko. Er þetta ekki Frakarnir? Er þetta Frakarnir? Le Bleu. Er þetta þeir? Það er rangt. Þannig að byrja að rugla saman. Já. Þannig að byrja að rugla saman. Þetta er að sjálfsögðu Þýskaland. Já, ok. Þetta er ósa erfitt. Þetta er erfitt, sko. Þetta hefði alveg getað verið Frakland. Já.
Ég sem held með frökkum. Þú sem heldur með frökkum. Ég að læra. Þú ert að læra, við erum að læra. Við erum að tengja þetta saman. Já, þá það þriðji. Já. Þú ert tilbúin í hann eða ekki? Ég klár. Þú ert alveg rosalega tilbúin í hann eða ekki? Já, bara millinafnum mitt tilbúin. Það ekki? Jú, alveg bara fættis klár. Það bara auglýsingar hérna. Já. Já, þetta svona gallin við að við erum með áskrift á YouTube. Já. Ok, tilbúin. Já. Þetta England. Easy. God save the king. Rámt, Andri minn. Þetta að sjálfsögðu Bandaríkin. USA. Easy. En það einhver svona, það einhver keimlíkni á milli Bandaríkin og Bretland, sko. Hvað meinar þið? Nei, ég heyri það núna. Já. And the land of the free. Oh my god. Þetta var svo beðandi. Þetta var. Vá, já, vita þetta. Já. Breski byrja satt svona líka. Það ekki? Ég held það. Ég heyri það þá bara að ekki. Andri brjálar. Hvernig byrja breski? And God save the king. Þetta byrjandi. Já. Maður alltaf að læra. Þú ert alltaf að læra. Og ég bara ógeðslega spenntur fyrir næsta lagi. Það komið. Er það komið? Tilbúin í það? Já, ég er klár. Já, ok, fjórða. Já. Það svona. Hvað í gangi? Sko, þetta hérna passion-söngur Man ekki hvort það séu ítalar eða frakkar sem eru með svona passion-söng. Ég ætla að ítalar séu með passion-söng. Þetta eru frakkanir. Það ekki. Þetta Brasilia sem að þú sagði að það heyrt á það. Já, alveg rétt, ég heyrði það í gærkvöldi. Einmitt, já. Ég var einmitt þá var ég alveg svona, þetta Brasilia. Já. Og ég líður alveg eins núna. Ég held að ég sé ekki fara að læra neitt á því að heyra þetta, sko. Þetta klárlega erfiðast að humma. Það var svona maður hefur heyrt þetta svo, þetta svo steikt eitthvað. Það svo mikið pepp eitthvað í gangi. Já. Það síðasti. Eins og ég sagði, þetta alveg að ganga. Sem síðasti tíma. Já. Hann að koma. Hann að koma. Ég peppaður. Það God save the king. Glorious. Ok, þetta Bretland. Hár rétt hjá þér, Andri. Vá, hvað þetta trekt samt. Og varstu hvað varstu með mörg stig? 2 af 5. 2 af 5. Það hefði átt að vera allavega 3 af 5 samt. Já. Það var svolítið lýrið að vita ekki Bandaríkin hvað sem og ruggla því við sama við þetta. Það nefnilega málið. Maður rugglast á, sko, svo að ég geti komið Frakkland, sko, Frakkland, Ítalía, Þýskaland, Spán eitthvað sem ég myndi alltaf víxla saman. Og ég myndi nú örugglega ekki víxla USA og UK. Nei, eins og ég segi, þetta bara þetta óþarfi. Óþarfi. Takk fyrir AirPodið. Nú þurfum við ekki AirPodið lengur. Nú veit ég hvað var verið að hvísla í eyrað þér. Þetta var svona Þetta var svona skemmtilegt. Og ég bara rétt að byrja með því að hita upp raddböndin, getið sagt þér. Er það málið? Smá tís. Ég með sko að ég kannski henda þér í eitt svona. Hendu mér eitthvað. Og ég hendi þér í lið. Já. Kippa þér í liðin. Já. Ertu tilbúin í heitt eða kalt súkkulaðistykki edition? Súkkulaðistykki, heitt eða kalt, ég til það.
Ooh, mirrors or hate. Sally, come here. Hate is a cause. Hate eða Já, kalt. vertu velkomin í liðin heitt eða kalt Arnór. Alltaf spenntur. Við ætlum að fara yfir, mér finnst nefnilega súkkulaði stykkin vera svolítið á utanhaldi, sko. Þú veist, hvað er langt síðan að þú fórst bara í búð og svona kifti með þér súkkulaði stykki? Einn dagur. Ok, nei, þú Voru ekki allir að smakka þessa plötu Nei, ég er ársins? ekki að tala um plötunar, ég er að tala um stykkin. Bara svona, þú veist, eitt sett, svona lítil stykki sem var alltaf við búðakassan, skilurðu. Já, eins og til dæmis Súkkulaði stykki, bara Já. bar, chocolate bar, ekki plötu. Ég held að það séu svona 6 tímar síðan. Ég var í Reykjavík. Ok, en þú veist, maður gerði þetta miklu meira þegar maður fór að búða kassan, því þetta var alltaf á kassanum, skilurðu. Já, maður gerir það náttúrulega í sjoppunum, sko. Já, ok, í shoppunum reyndar, sko. Já. En þetta er ekki í svona sjálfsafgreiðslukössunum í Litlabánu, skilurðu. Þar er þetta svona meira... Að því að þú ert að hugsa út í sjálfsafgreiðslukassana. Já, þeir eru svolítið búin að taka Það lifir í sjoppunum, sko. Já, það lifir Og ég góður fer lífið alltaf í þar. sjoppu á leiðin í bæinn. Sniðut. Ég er kannski að fara að koma því bara inn í rútínuna mína til þess að fá meiri súkkulaðistykki inn í mitt líf. Að því að maður, ef þú ert með hana, lykilinn og eitthvað og fær frítt kaffi og svona. Já, maður nýtir sér orkulíki, já, það er algjör svona súkkulaðistykki að búð, Já. sko. Sjoppa, hana Orkan í Já. Fitjum. Ekki spons. Nei, við ætlum að fara yfir 6 tímar sem sagt. Við ætlum að fara yfir hvað er heitt eða kalt í þessum súkkulaðistykja leik og hvetja fólk til að kaupa sér súkkulaðistykki. Já. Byrjum á einum klassíker. Snickers. Heitt eða kalt? Það get ég sagt þér að er heitasta dæmið. Er það? Já, það er náttúrulega bara best. Snickers er líka, ekki bara er það sætt, gott og frábært með geggjara áferð, heldur hefur það bara bjargað mér frá mígrenskostum oft, eins og í leikhúsinu þannig, nei, af því að þú verður líka sattur að því, þannig að ef ég er ekki með að borða lengi, þá er sko, og ég er kannski sárasvangur, einu sem redda mér er Snickers. You're not you when you're hungry. Snickers er sjóþeitt. Ég var ekki að búa Þetta er bara einn besta auglýsing fyrir Snickers sem ég hef heyrt. Ég var að búast við þetta er bara kalt, sko. En þetta var bara Þetta er það heitasta. Þetta er uppáldið mitt. Þetta er bara, þú komst með bara uppáld súkkulaðistykki mitt. Þetta er ótrúlega gott. Þetta er líka eitt sem ég hef ekki gert nógu lengi er að setja þetta í bragðarauga minn. Það er ógeðslega gott. best. Það er ógeðslega gott. Langar að gera það eftir. Já, Snickers er svolítið geitis og hefur lifað. Og maður er svolítið svona, maður gleymir stundum að kaupa það út af því að það er bara svo gott, skilur. Já. Maður er svona, maður ekki öðru séns, íslensku eða eitthvað svona. Já. En, förum þá í næsta. Já. Yfir íslenskt, draumur. Heitir það kaldur? Draumur, Draumastykkið. það er kalt. Já. Það er kalt. Út af því að súkkulaðið og lakkrísinn er ekki jafn góður og annað súkkulaðið og lakkrís. Og líka, ég finn sko bara nammið sjálft, þú veist, í þessu formi, stykkjaforminu. Já. Bara miklu dýrari en flest svona. Já. Það er svona yfir, já. Einmitt. Þannig Og maður finnur það að maður borðar sko tonn af draum versus tonn af öðru ykkur súkkulaði. Já. Að þú eru þreyttar á draumnum sko. Einmitt. Þetta er ekki eins góð lakkrís, ekki eins gott súkkulaði. Það er bara þannig að við erum komið nýtt kallhljóð. Kalt er það klara. Það er bara þannig. Þannig að draumur er kalt. Já, það er kalt. Næsta, nýr á markaðnum svolítið. Já. Og í svona súkkulaðistykja formi, ég hef nú ekki reyndar smakkað á súkkulaðistykja formi, en það er vel geðið. Smash. Er það komið í súkkulaðistykja form? Já, það er til í súkkulaðistykja formi. Ok. Svona bara eins og svona chocolate bar. Svo getur tekið með þér í bíl. Bara mönsa það. Er eitthvað svona millistig? Þarf þetta að vera heitt eða kalt? Af því ég er hann á milli, sko. Þetta er kannski þurfum við að ræða frekar formið á þessu, sko. Því þetta er náttúrulega gott í pókunum, best í pókunum með svona úr snakki, skilur við. Og svo getur við fengið stóru plötuna. Það er spurning hvort þetta litla chocolate bar sé bara of lítið. Já. Því að maður er yfirleitt að borða heldur meira heldur en þetta eina súkkulaði bar. Þetta er bara svona bar, sko. Þú veist að ég er mesti bögglæsmaður bara sem við getum fundið. Já. Þannig að þú veist að það smassi í bögglæsformi. Já. Það er það sem að gerir það geggja fyrir mér, sko. Það er áferðin á því einhvern veginn. Það meikar ekki alveg sens kannski að hafa þetta í chocolate bar formi. Nei. En ekki það að dokksúkkulaði þarna. Það er svona, er það ekki svona smasslegt? Það er smasslegt, sko. Ég elska súkkulaði, sko. Ég myndi borða það. En það er kannski, þetta
þetta á að vera í öðru formi. Já, og þannig þess vegna er það kalt. Þess vegna er það kalt, en annars er þetta gott súkkulaði. Kalt er það Klara. Kalt er það Klara. Það er bara þannig og förum í næsta. Það er náttúrulega annað íslenskt eitt sett. Það er sjóðandi. Já, er það ekki? Jú, og það er sjóðandi heitt og út af því, og sko ekki þetta supersett og allt þetta dót. Nei, og þetta töggur. Já. Af hverju? Allt þetta rugl með að vera rugla í þessu. Ok, þeir eru búin að gera aðeins svo mikið, sko. Bitani voru góður, en svo þetta töggurdót og allt þetta er bara eitthvað, gerið þið bara annað nammi. Það þarf ekki að vera eitt sett. Gerið þið bara eitthvað nammi sem er eitthvað annað en eitt sett. Já, það er greinilega, en það er greinilega eitthvað hjá þeim þarna sem að selja þetta, að þetta er að tikka inn í einhverju sölutölum eða eitthvað, þú veist að þá bara, já það er greinilega það sem virkar, þannig að það er alltaf nýtt og eitt sett, eitt sett og ég skil alveg, eitt sett deig má vera og eitt sett barið og eitt sett bitanir skilur við. Já, en sko, en aðtöfnin við klassískt eitt sett, að vera með lakkrísborðan, taka sér sko, þú veist hvernig platan er, súkkulaðiplatan, og maður býtur sko kantana fyrst og svo hana kassan í miðunni og svo býtur maður í lakkrísborða part. Einmitt. Þetta er sko, þetta er aðtöfn fyrir mér sko. Þetta er bara, þeir eru bara súkkulaði stikkið sko, íslenska, þeir eru búin að fullkomna súkkulaði og lakkrísin og það er nefnilega á töggunar, það er bara annað nammi, þetta er ekki sama nammi skilur við. Já. Það er það sem pyrra með að kalla þetta eitt sett en þetta er ekki eitt sett. Einmitt. Þannig en súkkulaðistykkið er heitt. Súkkulaðistykkið er heitt. Já, það er heitt. Heldur betur. Annað íslenskt. Já. Þristur. Í stykkjaforminu. Já, það er alltaf heitt sko. Er það ekki? Það er alltaf, þetta er bara svo gott. Og líka þú þarft ekki að pæla í aðtöfn. Já, og þeir eru ekki að bæta við hérna þrista töggur, þrista deig, þrista þetta. Þetta er bara þristur. Þetta er bara þristur í sömu umbúðinu. Þrista mús. Ekki? Já, en það er bara annað. Búið til úr þrist. Þetta er bara uppskrift, skilur. Já. Þannig að þeir eru bara búið til uppskriftir úr venjulega þristinum, skilur. Einmitt. Þannig að þetta er bara í tveimur formum. Það er bara súkkulaðistykki og pappadæmið. Og reyndar áfengi, hana, skotið. En ekkert flókið. Nei, en þetta er bara ég fer reglulega í þrist sko. Já. Og þetta er bara hérna, er þetta síðasta? Nei, það eru 4 í viðbót sem við getum. Let's go, ok. Heitt og nú förum við í annað erlent, Twix. Herru, því miður er það orðið kalt núna. Er það ekki? Jú, út af því að það er búið að uppgötast og þegar ég segi það er búið að uppgötast þá er ég búin að uppgöta það að það er eitthvað vont eftirbragð. Það? Það er eitthvað skrítið eftirbragð á Twixinu. Ég var mikill Twix-maður í gamla dag. Ég mitt svona, ég fekk mér bara Twix þegar ég fekk það einhvern veginn svona boðið. Já. Og mér finnst það svolítið bara svona ég vel það aldrei ef ég valkostin að velja eitthvað sko. Nei, mér finnst hugmyndin góð, mér fannst það alveg gott. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað breyst eða eitthvað, en ég fann eitthvað ekki eða bara einhvern tímann. Þá fann ég, núna er ég með fast að sé eitthvað svona ekki gott. Bara ekki snúið aftur. Nei. Þannig að það er kalt. Skipta milli kaldra hljóða. Já. Og svo er annað, önnur geit, KitKat. Ég get sagt það að kalla minna, það er sjóðandi. Er það ekki? Jú, hafa break, KitKat. Það er líka eitthvað við súkkulaði í KitKat sem er súkkulaði gott. Já. Þú veist, þetta gæti verið bara annað Prins Pólo, skilur við. En það hefur alltaf bara eitthvað aðeins frammiður Prins Pólo. Þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara súkkulaði keks, skilur við. Og já, og crunchinessið og þessi skemmtilega aðtöfn við að borða. Já, brjóta þetta sko. Já. Og alltaf, já, ég elska heitt. Og svo annað sem er nýkomið aftur á markað. Já. Pipp. Já, ég var að bíða til þessu. Það er Pralínu dautt, Pipp er mætt. Já, við erum að tala Snickers, Þrist og Pipp. Það eru mínar geitur, sko. Já. Pippið og þú veist, og búið að taka þetta Pralínafn í burtu og fá þetta bara besta hugmynd í heimi. Já, þetta er bara Pipp, þetta er ekki flókið, ógeðslega gott. Skil ekki hugmyndin að breytist í pralín. Já. Það verður enginn verið sáttu með það nema einhver 70 kall sem var bara eitthvað svona, já, þetta er svona pralín. Já, mitt. Það veit ekki hvað pralín er, sko. Nei, bara Pipp. Þetta er bara Pipp, þetta er ekki flókið og geggjað í bragðarefinn líka. Bang. Og líka þristurinn. Já, herðu, ég er að prófa það. Það er gott. Wow, ég er að prófa það. Já. Damn. Heitt. Og að lokum er það íslenskt rís.
I like it. You like it? Like it. Mér finnst það bara gott, sko, en þú veist, mér finnst svona umræði með rís. Mér finnst rís oft kannski fá ekki ástin eins og á skilið, sko. Í sammála. Mér finnst það vanmetið. Það vanmetið, sko. Ég meiri þess að vanmeta, sko. Já. Ég er bara svona, ég kaupi það ekki oft, sko, en mér finnst það gott samt, en ég er bara eitthvað svona... Ég horfi oft á rís í búðinni og ég er svona, á ég að koma óvart og kaupa rís, af því að þú veist, þetta er svona... Svo endar maður bara með nógakropp. Já. Þetta er bara svona... Einmitt. En rís er bara, þú veist, áferðin og það er sérstakt, sko. Sérstaklega í þessu súkkulaði stykkja formi eða jafnvel bita formi, sko. Já. Að það er rosalega gott og þessar kúlur, stökku kúlur með því er bara... Svona... Bring rís back. Það er svolítið svona... Já. Ég held að þurfi bara góða endurmarkaðsendingu, sko. Já. Ég held að þurfi eitthvað betra lúk á þetta. Eitthvað svona örvísi lit eitthvað, það er eitthvað ekki nógu sexy. Góður í markaðsendingunni, ertu búin að sjá hann, það var ekki eitthvað svona crispy rís og það hét eitthvað crispy rís eða eitthvað. Já. En af hverju var það ekki crispy? Þú veist? Skilurðu? Missed opportunity. Já, nema að það hafi ekki fengið einkaleyfi á það. Nú. Það gæti verið, sko. Það þarf að sækja sem sagt, það hefur kannski einhver annar verið með einkaleyfi á nafninu crispy. Crispy eða eitthvað og ef enginn var með þú veist þetta er crispy rís það er eina hugmyndin sem ég dettur í hug en svo getur vel verið að þetta sé bara já, ef það var ekki þá er þetta huge missed opportunity sko. Ég man ekki eins og hvernig crispy rís leit út en það er eitthvað við hennan svona brúnrauða og hvíta þetta er grænir pókar ég hef ekkert smakað þetta Já, nei, þú veist þetta crispy rís, er ekki rís crispy? Einmitt Þannig, ég veit ekki, sko Rís Krispies? Rís Krispies Rís Krispies, eins og Rice Krispies Já, Rís Krispies þau máttu ekki Þeir þurfa að koma sér í morgunkornsleikin Rís Krispies Ángrín, sko, þeir að gera það Hvar er til íslensk morgunkorn? Nei, ég held ekki, sko Ég hef lengi langað að gera mitt eigið morgunkorn Ok, draumur og andra Já, þú veist, út af því ég kom með svo gott nafn Ég kom með geðið nafn á það, sko Og það er bannað að fokkin kaupa þetta nafn Það er bannað að fokkin Ég er að höfunda það rétt að verið þetta Já Þetta væri, þú veist, úr svona höfrum, skilur rice Já Og já, þetta væri úr höfrum, rice Og heitir bara rice R-I-S Eins og að vakna, rice og úr rice, skilur, enska orðinu. Og það sem gerir það sérstakt það er notað ekki sigur, það er engin sigur í hvað hétt það? Sterkja? Nei, það sem er notað oft í staðan fyrir sigur Oh my god, svona Sætuefni? Þetta er annað, já, þetta er eitthvað sætuefni þetta er svona hotlustu, gutt er alltaf með þetta Ég var að Okay. Já, það var hugmynd af það í mótin en mér langar að verði svona eins og þú veist eins og þú ert að fá í Special K Já nema það er með svona sætibræði sem er ekki sigur heldur hitt dæmið Oh my god, hvað er að fara mínu fínustu Acesulfam Nei Aspartam Við ætlum að tala við chattin í beinni Acesulfam Hvað heitir Eitthvað gott e-efni Ég ætla bara að fara í voice call við chat Hvernig gerir það? Er það ekki bara getum við það ekki? Jú Chat Það bara ítur einhvern með mækarna eða eitthvað Ok, bara fínt að fá hann með í þáttinn Já Þannig að Hæ chat, heyrðu í mér Ég veit það ekki Ef þú átt við eitthvað sérstakt endilega segðu mig nánar frá því þá getum við púslað því betur saman Ok, hérna Þú hafðu hjá mæknum Við vorum að heyra hvað hann segir Já, þetta heyrist náttúrulega í tölunni Já, tjók Ég er að pæla Hvað er oft notað í staðinn fyrir sigur sem svona sweetener eins og frá Good og þessu Það eru margar leiðir Til dæmis nota margir hlínsíróp hunang eða döðlusíróp Einnig eru stefi og mót sætuefni vinsæl og sumir nota eplamák í bakstus Það fer allt eftir því hvaða áferð og bragð þú ert að leita
Ok, þú ert ekki alveg að skilja samt hvað ég meina. Það er ekki þetta er svona good fyrirtækið er með þetta. Þetta er svona eitthvað ákveðið svona þú getur fengið stevia, það er ekki hjálpina þeirna. Stevia. Frábært. Það er stevia í því. Stevia, Af hverju er það svona frábært? Af hverju verður að hafa stevju? Því að það er svo góður sweetener. En það hlýtur að vera einhver ókostur við það fyrst að það eru mjög fáir að nota það sem sweetener í morgunkorn. En þú getur fengið það frá good svona í staðan fyrir sykur, þá er þetta að baka með stefi í staðan fyrir sykur sem er dropaformi og þetta er planta sem ég meira sér fór eins og svo langt að prófa að búa til uppskrift og setja það í ofnin og eitthvað Var það gott? Það var ekkert spes sko, þetta var svolítið svona eins og pappi það vantaði meiri sykur og eitthvað svona vantaði meiri stefið Já, en þetta er svona draumurinn minn En rís, heitt eða kalt? Við segjum heitt. Já. Heitt. Já, þetta var þetta voru mín 2 cent í þetta. Já, bara flott. Já. Já, bara takk fyrir mig. Ég er bara búin að banna að kaupa nafnið. Já, það er bannað að kaupa nafnið. R.I.S. Bannað að kaupa R.I.S. nafnið. Það er gott nafn. Það má bjóða mér ef ykkur vill vera með í þessari hugmynd. Bara bjóða mér að vera með og finnum út úr þessu Já, einmitt Morgunkort startup, það er eitthvað Já Varst þú með eitthvað meira fyrir þennan þátt? Sko, var ég með meira fyrir þennan þátt? Áður en að ég fer að syngja meira? Já, ég var með spurningahorn Já Þannig að þú kannski hendir í spurningar og ég loka þættinum með smá Já, með smá söng Með smá tónlist Vá, næs, ok Við erum ekkert copyright strike samt Nei Nei Örugglega ekki Hörðu, ok Já, ég veit nákvæmlega við hverja ég myndi tala við þá Hverja? Ef svo væri Spotify? Nei, þú veist bara Já, ok, hæðilega Já, ég veit nákvæmlega Ok, hörðu, let's go Við ætlum að fara í nýjan lið sem heitir Spurningarhornið Glænýr liður Það sem að við ætlum að spyrja spurningar Já Þetta er tilbúin Já Ég er með 6 spurningar hérna fyrir Af hverju bygging kölluð bygging að það er búið að byggja hana? Wow, við erum heimsbyggilegir Já Ég vildi bara svona spyrja því Hvað? Af hverju heitir þetta bygging en það er búið að byggja hana, skilur við? A building og bygging, þetta er bara Building What are you building? A building? Þetta byggja byggingu? Já, þetta er Þetta byggja byggingu? Þetta er bara, þetta er alveg sturla En hvenær er byggingin búin? Já, einmitt Og hvað þú veist, ef þetta er bygging þú veist, þetta bara Þetta þarf kannski bara að heita þess að búðin byggt og búið, skilur Það kemur örugglega bara Þetta er ekki lengur bygging, þetta er byggt og búið Já Það er bara Ég er bara byggt Af hverju heitir þetta ekki byggt? Þetta er byggt Þetta er ekki bygging, þetta er byggt Já Ég bý í byggðu Ég bý í byggðu Ná, þetta er ekki lengur, þess að í byggingu Nei, þetta er byggt Nei, þetta er byggt Þetta er byggð Þetta er En byggður er Byggð bær kemur frá byggingu, einmitt Byggður, þú veist, bær Men, já, þetta er svona Þetta er rugla í mér Já, er það ekki? Jú Hvernig er orðið litur á litin? Fyrir mér Er orðið litur á litin? Fyrir mér er það svona cyan blue Ok Já, ég bara tek því Já. Flott Fyrir mér næstu, vá Ég vissum að hlustundur séu samt með svona hugsi, litur Já, einmitt, hvað litur er litur og annað eru appelsínugular af því appelsínur eru appelsínugular eða appelsínugular af því þær eru appelsínur Já, þetta er stór spurning, sko Orange, appelsínur, hvor koma undan? Já, ég held sko bara núna þegar ég segi Orðið orange eða yfir litin koma á eftir appelsínu Meikar það ekki sens?
Ég nefnilega held að það hafi verið öfugt. Því að appelsínur minnir mig. Ég veit, ég var núna bara að unlocka einhverja skrýtna staðrend í hausnum. Já, að orange ekki það gamalt. Já, að það sé búið til af mönnum í rauninni, sko. Já. Og hefði verið skýrt orange út frá litnum orange. Wow. En don't quote me on that. Jú, ég var alltaf að unlocka, ég var með þetta hérna og ég var bara að unlocka þetta núna í heilanum. Já. En af hverju, sko, fílsi, já. Það hérna fantus. Já. Það fantus og feltus eða eitthvað svona. Já. Eitthvað svona. Já. En á íslensku þá það fílsi og appelsínufílsi. Í alvöru? Já, það fjólublár fílsi sem að fílsi og svo appelsínugulu fílsi. Þau bara, þetta alltaf flókið fyrir börn. Við þurfum bara að skýra það. Þú heita eitthvað fantus og fanta, það eitthvað svona á norsku það þannig. En að rúf þá bara appelsínufílsi. Er hann sem sagt appelsínugulur? Hann appelsínugulur og síðan skilur þú hugsaðir í norsku útgáfunni þá alltaf sagt skilur ef hann heitir fanta, ef við segjum það. Já. Að þá það fanta, en í íslensku þýðingunni það alltaf tróðinn appelsínufílsi. Þú veist, þeir að vera að segja eitthvað svona tvöðatkvæði. Það meikar ekkert sens. Appelsínufílsi. Það var að segja sexatkvæði þegar það var að segja tvöðatkvæði. Það hefur eitthvað verið yfir þýðingunni og verið bara eitthvað, þetta allt of flókið fyrir börn. Þetta verður að vera bara eitthvað einfalt eins og fílsi og appelsínufílsi. Það vita allir hver fílsi og þessi alveg eins og fílsi nema appelsínugulur. Já, þá fattaðu. Já, það eitthvað þannig. Ekki fílsi og fílsa eða eitthvað svona. Nei, það meikar ekki sens. Það verður að vera fílsi og appelsínufílsi. Fölsi. Já, nei, þetta mín ákvörðun. Þetta hefur verið eitthvað þannig, sko. Já. En hann að öðru, hvert uppáhalds umferðarmerkið þitt og af hverju? Já, þetta góð spurning. Ég hef lengi pælt í þessu og það M-ið. M-ið? Já. Hvað M? Það M-ið sem innskot. Já. M-ið eins og innskot? M. Já. Það innskot. Viltu sína mér þetta? Ég ekki alveg að kveikja hvað M-ið er. Innskot. Ég nefnilega, sko, ég held ég sé með mitt, sko. Hvað þitt? Mitt svona biðskylda ef enginn skilurðu. Út af því að mér finnst það svo valdeflandi, skilurðu. Ég bara eitthvað, þú veist, ég á að bíða, ég fæ svolítið að ákveða sjálfur hvort það sé nauðsynlegt að bíða eða ekki. Stoppa svona, hei, nú stoppar þú. Og sama hvað, þá stopparu. En svona, ef það enginn þá er þetta svona, hei, þú veist, ég áeiginlega að stoppa, en mér finnst ég treysti þér. Ég treysti þér til þess að svona ákveða þetta, hvort þú þurfið þess. Já, svona valdeflandi skilti, sko. Já, mér finnst það gott. Já, einu sem gefur þér svona smá ákvörðun, skilur. Já. Hvað ertu að finna M-ið? Já, ég að finna M-ið. Já. Þetta svona bara pælingar, sko. Hvað merki umferðarmerki? Við erum að Frakklandsleikurinn í gangi. Það match suspended. Seek shelter, massive thunderstorm. Já, thunderstorm í gangi. Is approaching. Fólk á bara að fara í shelter. Já. Og hér eru við bara í sunny sandy í góðum málum. Wow. Þetta M. Þetta flott, reyndar. Þetta mjög fallegt skilti. Ekki? Jú. Ég bara mjög skeggjað og myndir bara innskot og bara... Innskot, já. Af því að þetta eiginlega skrýtnasta. Já. Mér man ekki eftir að sé þetta var yfir höfuð, sko. Fyrirgefðu, ekki innskot. Útskot. Útskot. Já. Ekki lagt. Það útskot. Sérðu, fólk bara skítrætt upp í stúku og... Það búið tæmi stúkuna? Einmitt. Fólk á að fara í shelter. Þau eru náttúrulega svo hátt uppi líka þannig. Þau myndu ætti að fara beint inn, sko. Já. En 2 eftir. Lightning McQueen eða Lefty McQueen með bílatryggingar eða líftrygginga? Wow. Þetta Það lítur að vera líftryggingar. Já, hver er þá bílatrygging bara ekki til? Hana? Nei. Fair enough. Sko, þá ekki Lightning McQueen að hugsa hvort Andri með líftryggingar eða mannstryggingar? Einmitt. Ég skil. Og síðasta spurningin, ef þú myndir einn daginn bara kafna og klaka aleinn í húsinu þínu, myndir fólk vita hvernig þú dóst?
ef þú væri bara hvernig í eldhúsi, myndir bara kafna og klaka svo væri að borða. Og svo myndir bara eitthvað lappinn og þú bara liggur á gólfinu. Þetta er sturlupæling. Eða ekki? Jú. Ég hef hugsað þetta oft bara svona, ætla að hafa ekki alveg margir dáið úr því að kafna og klaka og eins og eitthvað viti að því, skilur þú veist, ef ykkur svona bráðkvættur og fannst bara á gólfinu, einhver ástæð. Ertu ekki að gera greindina? Jú, How many people? Þannig að ég er nefnilega að pæla, ég veit ekki hvort ég geti greint þetta, fattur við. Hvort að þeir geti greint hvort ykkur dóu klaka eða ekki. Ok. Þannig að, það kemur ekki hana. Hi chat, ég meina spurningu fyrir þig. Ég er alveg til staðar. Hvað ertu að versta fyrir þér? Herru, ég er að spá, sem sagt, ef einhver kafnar á klaka, þú veist, einn heima á sér, og allt í hennu finnst hann dáinn, þetta hljómar mjög illa, þannig að hægt að sjá, þú veist, að hann hafi kafnað á klaka? Eða hvernig veit maður að hann hafi kafnað á klaka ef hann er bráðnaður, fattur við? Ef einhver kafnar á klaka, þá er það í raun eins og hver önnur köfnun. Klakinn getur stíflað öndunarveginn alveg eins og hver önnur stífla. En fyrir það að leysa sakamál? Já, ég veit það. Ég er að meina, veit einhver að einhver hafi kafnað? Ef ég er aleinn í húsinu mínu og er búin að vera þar í klukkutíma, veit einhver að ég hafi kafnað á klaka eða bara hafi dáið? Ef þú ert aleinn og engin annar er í húsinu, þá myndi enginn vita strax nema þú hafir einhvern viðvörunarbúnað eða ef þú átt von á heimsókn. Í nútíma samengi er fólk stundum með snjallúr eða öryggisforrit sem... Já, það er sérst ekki hægt þá, samkvæmt gerðinni. Ok, þannig að það gæti enginn greint það eftir á að ég hafi kafnað á klaka? Nei, eftir á er ekki hægt að sjá hvort það var klaki eða eitthvað annað. Wow, þetta er creepy. Aldrei borða klaka ein heima hjá okkur. Nei, ég held að séu ógeðslega margir ekki borða klaka nema á sér með vitni. Einmitt. Ég ímynda mér að það séu ógeðslega margir sem hafa bara svona verið bráðkvættir, bara hvað gerist? Hann bara fannst dáinn á gólfinu í eldhúsi eða eitthvað, skilur. Þú veist, hann var kannski bara að bryðja á klaka. Já. Og engin veit, bara... Einmitt. Bara, við skiljum ekki. Og svo bara sagt að hann kafnaði. Einmitt. Bara hætti að anda. Þetta er sturlað. Takk fyrir þetta, Andri. Vá, og bara chat, bara góð vinnur okkar. Já, það er skemmtilegt að fá svona þriðja aðlan inn í þetta. Hérna, þessar pælingar, sko spurningar að pælingar. Herru, þá ætlum við að enda þáttinn á stemningu. Á stemningu, let's go. Alvöru stemning, það er komið að HM95 blöð. Þar sem að ég er búin að breyta FN95 blöðlögum í lög fyrir HM. What? Ójá, og þess vegna vorum við að tala um copyright. Já. Að við þurfum bara að tala við auðablöð ef að þetta er copyrighted. En ég er búin að taka svengin úr, þannig að þetta er karaoke. En þetta er karaoke, ok, fair enough. Ok, þannig að, og þú ert með hana 1, 2, 3. Já, ég er með 1, 2, 3 klárt, ég veit ekkert hvað er undir þessum boxum hérna. Nei, en þetta er stemmari, sko. Ok. Þannig að, Já, ok, það er ég að koma mér í stellingar. Já, við þurfum að það er boltinn. Boltinn svona, ok, ég er klár. Ok. Ég er klár á punktunum, hvað er ekki? Ég er tilbúinn í lag nummer 1. Ok. Sem er fyrir Kursá besti. Kursá, Kursá besti, Kursá, Kursá besti, það er HM. Kursá besti, það er HM. Stolt Suður-Ameríku, land þeirra fámennustu. Kursá besti, það er HM. 1, 2, 3, 4. Kursá besti, það er HM. Kursá besti, það er HM. Stolt Suður-Ameríku, land þeirra fámennustu. Kursá besti, það er HM. Já, takk fyrir. Vá, þetta var sturla. Ekki? Jú, gali gott, sko. Ég er bara í áfalli hérna. Er það ekki? Jú.
Þetta eru 5 lög. Segir maður Curaçao, ekki Curacao. Ég segi Curaçao. Ok. Af því að passa betur við lagið. Já, ég veit ekkert hvernig það hljómar sko. Það skiptir engu máli. Nei, það er bara... En þessu lagi það sagt svo. Ég er líka bara Íslendingamaður. Já. Ég tölum eins og við viljum. Já. Ég er mjög peppaður í næsta lag. Ok, tilbúin. Já. Japan eru prakkarar, Japan, algjörir meistarar, Japan, þeir eru sterkbyggðir, Japan, einfallega langbestir, Japan eru prakkarar. I'm so excited! Japan eru sterkbyggðir, Japan, einfallega langbestir. I'm so excited! Japan eru prakkarar, Japan, algjörir meistarar. Is it right? Japan. Sælir maður. Þetta var Japan. Wow. Þá endum við okkur yfir í næsta lag. Ok, tilbúin. Ok, já. Við byrjaði upp á nýtt, já. Ok, já. Ég held að það var annar lag. Ok. Nei, þetta er flott. Það byrja. Gerið ykkur klár, það eru komið 60 ár. Þetta verður HM sem verður aldrei toppað. Are you ready, kids? It's been 60 years since we won it, and now we're taking it home. Oh yeah, it's coming home. It's never gonna be topped. Are you ready, kids? Parklag vibes. England. Never gonna be topped. England. Never gonna be topped. I'm a fun man. Nei. Þetta er hérna, úps. Wow. Þarna sko, já. Á svo þið Parklife vibes yfir þessu. Já, þetta er England sko, Jam Parklife er náttúrulega komið 60 ár síðan þau runnu HM, þannig að þetta er svona... Þetta var geðið. Já, er ekki? Jú, ég er bara, ertu klárið lag 4? Já, klárið lag 4. Ok. Þið kalla mig Þýskaland. Þið kalla mig Þýskaland. Segur, já, bitteschön. Þetta var ekki flókið. Nei. Nice. Lag 5. Já. Kick it. Þetta er bara fyrir en almenna stuðningsmann, sko. Ok. Get ekki hætt, eru mætt á HM. Oh my god, sko. Wow. Tilbúin. Já. Ég í treyjunni á leiðinni inn á völl. Á mótinu það verða nokkur tauga áföll. Þeim er strákunum á leikinn og hann er mjög dýr. Já. Fæ sendamönd frá USA, það virkaði hlýtt. Sendamönd frá USA, virkaði hlýtt. Ok, sorry strákar, sorry mamma, HM kallar verða svara, get ekki hætt, eru mætt á HM. Wow, ekki. Sælir. Ég held að það sé ekki þetta enda á svona peppari nótum. Svona peppuðu nótum. Nei, ekki. Þetta er bara, það er ekki hægt að enda á peppaðri nótum, nei. Þetta er bara eins peppa á að verður. Ég er bara heitt er það klara. Er það ekki? Sælir sko. Þetta er búið að vera geggjað þáttur. Er það ekki? Bang. Beint í outro. Heyrumst í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.